Árelía Eydís Guðmundsdóttir einn af Suðurnesjamönnunum sem við finnum í jólabókaflóðinu í ár. Bókin hennar kom þó út fyrr á árinu og heitir Tapað fundið. Hún las úr henni í bókasafni Reykjanesbæjar nýlega og við spjöllum við hana á eftir. Hvernig að vera hér á heimaslóðum og lesa upp úr nýri bók? Yndislegt, ég vil ekki segja hvað er yndislegt. Sko, það sem er skemmtilegast við þetta er það að þessi bók kom út í vor, kom út í maí. Þetta er í fyrsta skipti sem ég lesi upp úr henni. Þetta er í fyrsta skipti sem ég var beðin það. Þannig að mér þótti ótrúlega vænt það og líka einhvern veginn svona að fá að koma heim og vera svona rithöfundurinn. þannig að, og svo bara þess fyrir utan þegar ég keyrði inn í bæinn, þá var nýfallinn snjór og jólaljósin og það vantaði bara að opna kannan og heyra svolítið af amerískum jólalögum, sko. Jón Kalman, rithöfundur, hann mitt fjallar talsvert um Keflavík í sínum tveimur bókum, eða síðustu bókum. En ert þú eitthvað að fjalla um Keflavík? Nei, það verður að koma seinna. Hún, sko, þessi kona er frá bara Reykjavík og svo gerist sagan erlendis, sko. Þannig að auðvitað kemur Keflavíkurflugvöllur aðeins við sögu, en það verður bara að koma seinna. Hér er nóg af sögum. Já. Hvað geturðu sagt ykkur svona í stuttu máli um þessa bók? Jú, þetta er sem sagt kona sem er lögfræðingur, hún er formaður slitanefndar sem er náttúrulega mikið ábyrgðarstarf. Hún fer erlendis til að fara á fund með Deutsche Bank og það er mikilvægur fundur og þegar hún kemur til London og þreytt og lúin og kemur upp á hótelherbyggi og ætlar að fara að ná sér í föt úr töskunni sinni, þá kemur ljós að þetta er ekki hennar taska. Klukkan er orðin of margt til þess að hún hringir og það hefur engin annar skilað tösku. Klukkan er orðin of margt til þess að hún geti rettað, hún hellir yfir sig, ég gleymi að segja það, hún hellir yfir sig rauðvíni, þannig að draktin sem hún er ónótæf og hún þarf þess vegna að tara í föt konunar sem á töskuna, sem er allt öðruvísi föt heldur en hún hefur farið í mjög langan tíma og hún mætir sem sagt að fund með Deutsche Bank morguninn í rauðum kjól sem að hún hefur náttúrulega alls ekki hennar stíl. Og af stað fyrir atburðarás sem að sér ekki fyrir endin á, en við getum sagt að atburðarásin er allavega mjög óvænt og hún uppgötar óvæntar hliðar á sjálfu sér og hittir óvænt fólk og svo framvegis. Þannig að ég veit ekki hvað ég að segja mikið meira. Tapað fundið, hvað fær konu sem er búin að skrifa fullt af fræðibókum og vera að kenna í skólum og svona til þess að taka upp og byrja allt í einu að skrifa skáldsögu? Já, þetta er góð spurning. Mér finnst, eitt af því sem ég hef mikið svona predikað, hægt að orða það, er sem sagt að maður verður reglulega að fara út úr sínu þægindarhring. Og mér finnst sko bara í lífi mínu mikilvægt að ég sé að einhverju leyti fyrirmynd fyrir það og þess vegna hugsaði með mér, þarna er tækifæri til að fara á einhverja algjörlega nýjar brautir, prófa þetta, mér finnst þetta svolítið svona spennandi og prófa mig áfram með þetta og það er í rauninni það sem ég er að gera, ég er í rauninni bara svolítið að augra sjálfum mér. Þannig að ég var alveg skítrædd þegar hún kom út í vor, ég var mjög hissa á því hvað þetta var, hvað ég var stressuð sko. Af því ég er náttúrulega þannig er ég algjör byrjandi og þú veist, kann ekki neitt og veit ekki neitt og það er svona svolítið að nálgast þetta með því hugafari. Þá spyrir maður þig, svolítið sjálfan eins og byrjandi, hvernig skrifur maður svona bók? Kemur þetta í einni bunu eða er maður í marga mánuði að þessu? Já, ég er svolítið, þú veist, í þessu eins og í mörgu öðru, ég er svolítið skorpukona. Þú veist, að það er svona fæðist ykkur hugmynd og þá byrja ég að vinna með hana og svo legg ég þetta til hliðar, þú veist, svo fer ég að gera eitthvað allt annað og svo kem ég aftur að þessu þannig að hún var tók svolítið tíma að fæðast. En ég vinn hratt þegar ég sest niður og mér finnst mjög gott af því að það er mikill erill í kringum mig, ég á stóra fjölskyldu og margt í kringum mig í vinnu og annað. Að fara bara eitthvað og vera, loka mig af í einhver daga, jafnvel viku og bara vera í þessu og þá get ég verið en svo ég þarf alltaf að láta lesa aftur og aftur vegna þess að ég er ekki mjög nákvæm og mér finnst gott að fá mikla aðstoð og fékk það frábær ritstjóri sem ég var að vinna með og lærði mikið af því sko. En svona lokum, okkur finnst alltaf mjög merkilegt þegar brottfluttir Suðurnesjamenn er að gera skemmtilega hluti. Hversu mikið eru heimahagarnir þér kærir?
Þeir eru mér rosalega kæri. Ég minna að mamma og pappi búa hérna og systkini mín og þannig að ég í daglegu sambandi við Keflavík og þykir eiginlega, svo þetta svolítið þannig, ég fór á fermingarafmæli í vor og 35 ára fermingarafmæli sem ég fannst það bara getur ekki verið, að því ég er bara 25, þannig að og þá fann ég einhvern veginn að það eftir því sem maður er eldri þeim mun vætna þykir manni. Skilur við, fyrst þegar maður fór sem úlingur þá maður í mótróa og bara ætla aldrei að koma inn aftur. Skilur við, þú veist, ég minna, það er bara eðlilegur hluti að því að vera úlingur og ung kona. En svo eftir því sem maður lengra lífi frá og þá þykir manni alltaf vætna að koma og fá að vera hluti af samfélaginu. Er þetta fyrsta skrefið í áttina fleiri skáldsögum? Já, ég held að það muni koma, ég veit ekki alveg hvenær það kemur en það er að fæðast mig sem að ég þarf bara einhvern veginn að hafa tíma til þess að vinna með. Mér finnst þetta gaman, þegar maður er búin að prófa, þá finnst mér þetta skemmtilegt. Fyrir mér er þetta svolítið frí frá því að vera með hinn hattinn sem er svona fræðikonana sem þarf að passa rosalega vel það sem hún segir og reyna að vera svolítið svona, virðuleg í því. Þetta er svolítið frelsi fyrir mig, þannig að og svolítið gaman, þannig að það er bara spurning um að gefa sér tíma.